Hvað skjálið sem það setja inn? Já, það hérna. Já. Eftir smá. Já. Teams. Opna. Já. Og það brotið. Það okkur hundinu. Já. Hér. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 22. apríl 2025. Settur fundur í bæjarstjórn Akraness-Baugsstaðar. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1412 og eftirtaldir bæjarfulltrúar eru hér mættir fundar. Það Valgarður F. Jónsson sem hér talar, forseti bæjarstjórnar. Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Líf Ási Skarstað, Guðmundur Ingþór Guðjónsson og Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Þá sitja fundinn þeir Guðmann Magnússon, varabæjarfulltrúi í fjarveru Sædísar Alexíu Sigurmundsdóttir og Hjörleifur Guðjónsson, fjarveru bæjarfulltrúi Einars Brandssonar. Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, sitja einnig fundinn og sé Steinar tekin fundargerðar. Ég býð fundarmenn velkomna til fundar og áður en við göngum til dagskrár þá ætla ég að óska hér eftir samþykki bæjarfulltrúa fyrir 2 dagskrárbreytingum. Með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar við stjórn og fundarsköp Akraness-Baugsstaðar. Það í fyrsta lagi að við fellum út af dagskránni mál nr. 2504-041, stöðugata 126, sem fyrir mistök var send út í fundarboði. Og í öðru lagi að tekið verði inn með afbrigðum fundargerð bæjarráðs nr. 3592 frá fundi sem fram fór til í dag, 22. apríl, og þeirri fundargerð verið bætt undir mál nr. 2501-002, fundargerð bæjarráðs. Verði framangreint samþykkt og þá fjöldi mála á dagskrá þá 12 en ekki 13 og svo í útgefinni dagskrá. Þeir sem samþykkja þessar dagskrárbreytingar voru að gefa merkjum. Þeir eru allir samþykkir því. Og þá göngum við til dagskrár. Fyrsti fundarliður hefur málsnúmer 2502-248, ásetningur Akraness-Baugsstaðar 2024 A-hluti, en bæjarráð hefur staðfest ásetninga aðalsjóðs og eignasjóðs með undirritun sinni og leggur til við bæjarstjórn að ásetningar aðalsjóðs, eignasjóðs, byggðasafnsins í Görðum og fasteignafélags Akraness-Baugsstaðar SLF vegna ársins 2024 verði samþykktir. Og hér ætla ég að gera tillögu að við tökum dagskrárliði 1 og 3 saman, 1, 2 og 3 saman í eina umræðu undir dagskrárlið 1 og gera verið grein fyrir umræðunni þar í fundargerð, en hvert og eitt mál síðan afgreitt sérstaklega eðli máls samkvæmt. Þessi samþykkja þessa tilhögun er svo ekki afmerki. Allir samþykkir því. Þá förum við yfir í inngangað fundarliðum 2 og 3. Fundarliður nr. 2 er ásetningur Akraness-Baugsstaðar B-hluti, málsnúmer 2502-247. Bæjarráð hefur staðfest ásetning Gámu með undirritun sinni og leggur til við bæjarstjórn að ásetningar fasteignafélagsins EHF, Gámu, Áheita EHF
og Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis vegna ársins 2024 verði samþykktir. Og þriðji fundarliður, málsnúmer 25.02.246, ársreikningur Akraneskautsstaðar 2024, samstæða. Þar ræðum við samstæðu reikning Akraneskautsstaðar sem bæjarráð hefur sömuleiðis staðfest með undirritun og leggur til við bæjarstjórn að reikningurinn verði samþykktur. Þessa þrjá fundarliði tökum við saman í einni umræðu, ársreikning A-hluta, ársreikning B-hluta og ársreikning samstæðu. Og fyrstur á mælendaskrá bæjarstjóri Haraldur Benediktsson. Gjörðu svo vel. Sjá. Já, það er svo. Já, þetta er svo. Það er komið upp á skjáinn, sko. Habis بدأت قدر أقومها.
Engin svoleiðis í Fjárstjórn. svo- Þetta er PDF. Með kynningunum ekki. svo tenging. Svo. Forseti, getur bæjarfulltrúar og þessina heima kunnið að vera, fylgjast með, byrjast afsökunar á þessum töfum sem eru hægt að tækni erfiðleika, en ég ætla sem sagt að kynna hér þá ársreikning kaupstaðarins 2024 og við vonum að þetta skili sér í útsendingu og alltaf með við hér við nokkra myndir, nokkuð hefðbundi kynning, en fyrst í upphafi byrjum á þessum, rekstratekjur kaupstaðarins á samstöðun árið 24 námu samtals 13.034 milljónum og aukast 11,4% milli ára. Þar á hækkar útsvar og fasteignaskattar rúmar 183 milljónir, 8,5% og í öflugum sögur hækkar þetta 472 milljónir, 81% og aðrar tekjur hækkar 80 milljónir króna eða 10,8% á milli ára. Og síðan það saman tekið meðal tekjuvöxt kaupstaðarins á árunum 17-24 sem að nema þá 9,5% og því meðal tekjuvöxtur ársins 4% yfir meðaltali síðustu ára, hann var aðeins meira í fyrra, eins og við sjáum á mið á grafinu til hliðar, það var þá 16% og þetta segir okkur að það er svona ólga í rekstrarumhverfi kaupstaðarins og gerir alltaf okkur svolítið erfitt fyrir áætlanlega gerðir en höldum síðan áfram og ítum á samstæðarinn og þá rekstrargjöldin. Rekstrargjöld samstæða árunum 24 námu samtals að meðtöldum afskriftum 13,1 milljarði 189 milljónum og jókst þá því að rekstrarútgjöldum 10,8% milli ára. Þar að hækka launagjöld án lífeyrisskuldbindinga 799 milljónir króna eða 10,6%. Lífeyrisskuldbindingin lækkar 176 milljónir og nemur eða sem nemur 33,7% og annar rekstrarkostnaður hækkar 628 milljónir eða 8,2%. Afskriftir aukast 39 milljónir milli ára. Rekstrargjöld án afskrifta aukast yfir 251 milljón milli ára en rekstrartekjur aukast á sama tíma 13,34 þannig að það er þá aðeins meira sem situr eftir heldur en það sem fór út og þá lítum við næst á þróun afkomu fyrir óreglulega liði og rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði neikvæðum sem 123 milljón króna árið 24 en það jákvæð sem 117 milljón króna í síðasta ársreikningi fyrir árið 23, árunum 21-23 var rekstrarafkoma jákvæð fyrir óreglulega liði að meðaltali á tæpar 90 milljónir og þetta er mikilvægt að hafa í huga sem þetta reglulegi rekstur okkar fyrir óreglulega liðina er þá með halla á þessu ári sem við erum að gera upp núna. En talsins sveifla hefur verið á hlutfalli rekstrarafkomu og rekstrartekjum síðustu árin og var það neikvætt 1,6% fyrir árið 2022 yfir það að vera jákvætt 1% árið 2023 og aftur yfir það að vera neikvætt núna 0,9% frá 2024 og árunum 21 til og með 2023 er hlutfallið að meðaltali 0,9%. Þess að ég ekki við þá sem að undirbyggu hér tæknina eða undirbyggu glærurnar að sakast og að ég sé kannski aðeins hikandi í framsögu á glærunum. Það helgast að því ég sá ekki hverju setti glærunum mín en ég vissi forláts á því. En
Rekstrarafkoma að teknu tilliti til óregluliða í jákvæðum 4,5 milljónir króna árið 2024 sem að segir okkur það er heildarniðurstaða rekstrarársins 2024 sem þá jákvæðum 4,5 milljón. Og ekki svo sem að hafa neinn sérstök orðum þá staðreynd sérstaklega annað en þau að það var svona mínum ákaflega jákvæð niðurstaða þó sem kannski heilítið frá okkar væntingum en í öllu þessu umrópi sem að reikningurinn ber með sér að sé rekstrarumhverfi bæjarfélagsins þá getur þetta lent báðum eigin byggjar í svona áferði. Óregluliðir árið 2024 og samtals að 127,4 milljónir það tilkomið vegna gatnagerðartekna vegna þéttingu byggðar sem námu 163 milljónir króna og sölu afleiddra eigna sem námu 86 milljónum. Móti kom svo gjöld vegna niðurrifseigna 178 milljónir og gjaldfærframlög vegna fasteigna tengdra liða 60 milljónum. Rekstrarafkoma að teknu tilliti til óregluliða árið 2023 var jákvæðum fjárhæð 219 milljónir en þar voru óregluliðir 202 milljónir króna. Áfram í samstæðunni, heildareignir, Njálsbjörg, nema nú tæplega 25 milljónir króna, hækkun 4,3 milljarða milli ára. Þar af aukast fasta fjármunir bæjarfélagsins 2,8 milljarða. Handbært fé hækkar 143 milljónir. Skuldir og skuldbindingar samstæðu árslok nema 14,7 milljónir króna. Hækkar 4,1 milljarð rúmlega og eigið fé í árslok nemur 9,9 milljörðum. En langar fórseti og getur beðið að veikja athygli á myndinni sem að hér uppi form til ársins 2018. Skoðum bara heildareignir bæjarfélagsins. Þær hafa aukist á þessum tíma gríðarlega mikið. Sem kannski svona fyrsta birtingarmynd í þessum ársreikningi á hvaða gríðarlegu framkvæmdaskeiði og fjárfestingarskeiði bæjarfélagi hefur verið á undanförnum misserum. Samstæðureikningurinn liggur svona út þróun lífeyrisskuldbindinga. Dvelja mikið við lífeyrisskuldbindingar í þessari yfirferð. Það með lífeyrisskuldbindingar eins og marga aðra þætti í ársreikningnum sem að við munum þurfa að setjast yfir hér á milli umræðna og rýna betur og greina betur og fara þá yfir á seinni umræður. En lífeyrisskuldbindingar eru okkur alltaf svolítið þungar í skauti enda bæjarfélagið með gamla kennitölu og ég hef lengi haft uppi þá kenningu að sveitarfélög sem að hafa verið burðarás í sínum landshlutum hafa haft innan sinna vébanda mikla opinbera þjónustu fyrr á árum í þessari stöðu mörg hver að bera mikla eftirlátsskuldbindingar vegna þessa rekstrar og stöðugt samtal við ríkisvaldið réttláta byrðar af í þeim efnum. Þá það samstæðureikningurinn og sjóðstreymið, handbært fé frá rekstrarárinu nemur mínustölu eða 1205 milljónir króna og lækkun 1872 milljónir króna. Fjárfestingarhreyfingar tímabilsins nema tæpum 5 milljörðum og fjármögnunarhreyfingar tímabilsins nema 4,2 milljörðum. Námu afborganleg langtímalán 705 milljónir króna og greitt lífeyrisskuldbindingar 229 milljónum. Handbært fé árslok nemur 515 milljónir króna en nam 32 milljónir króna í árslok 2023. Og svolítið aðeins staða handbærs fjár braggast hér á milli ára en áfram nú þessar kennitölur eins og veltu fyrir frá rekstri sem að lærum aftur upp fyrir einn og vorum undir því í fyrra og þetta nú allavega svo kennitala sem að skiptir okkur verulega miklu máli að ná aftur á þennan stað. Fjárfestingar, ég held að við segjum ekki nógu mikið og nógu oft frá því og sem að það fyrir hér í umræðum innan bæjarstjórnar sem ágætt þekking á þessum málum eða almennt út í samfélaginu á hverju óskaplega fjárfestingarskeiði þetta bæjarfélag hefur verið á undanförnum árum frá árum 2018-19 og sérstaklega síðustu 3 árin. Það sem að
Fjárfestingar nema síðasta ári, tæpum 3 milljörðum króna. Árið þar á undan vel yfir 3 milljarða. Á þessum tíma sem við erum með þessa yfirlitsmynd rétt 12 milljarðar króna. Og þetta bara mikilvægt að hafa í huga. Við sáum áðan að heildareignin bæjarfélagsins voru í reikningum okkar 25 milljarðar króna. Þannig að þetta skýrir verulega í mínum huga þegar við erum að ræða horfur í rekstri sveitarfélagsins, lausafjárstöðu sveitarfélagsins og skuldahlutföll og slíka kosta, að þá megum við aldrei gleyma þessu mikla fjárfestingarskeiði sem við höfum verið á. Aðeins fara að halla undan fæti í þeim efnum, það að segja með jákvæðum hætti, við erum að komast við mesta fjárfestingarkúin. Myndin hér til hliðar sýnir síðan muninn á milli áætlana og raunfjárfestinga. Flestar fjárfestingar eru á árinu innan áætlana sem að helgast líka því að það aðeins tímatöf í framkvæmdum, en núna bara þessa dagana erum við í þessu töluorðum að byrja að sjá þeim í notkun ný og glæsilegt húsnæði til dæmis Grundaskóla. Eftir nokkrar vikur förum við að nota nýtt íþróttahús og svo fram eftir götunum að líf bæjarbúa að breytast gríðarlega mikið í kjölfar á þessu mikla fjárfestingarskeiði. Samstæðureikningur, lykiltölur og fjárhagsleg markmið sveitarfélaga. Rekstrarjöfnuður okkar að lækka áfram og núna jákvæður sem nemur 225 milljónum í árslok 2024. Þegar við horfum til samanlagðra rekstrarafkomu síðustu 30 ára fyrir óreglulega liðir neikvæður nemur 123 milljónum samanborið við jákvæða stöðu í árslok 2023. Og þetta svona eina af þeim kennitölum sem horft til í fjárhagslegu heilbrigði sveitarfélaga. Og við bara höldum áfram í þróun lykilstærða. Þá skuldahlutfall, það að segja skuldir sem hlutfall af rekstrartekjum, þá var markvisst lækkandi segir þarna frá 2018 sem nam þá 107% og fór aftur hækkandi frá árinu 2022 og stendur núna 113% í árslok 2024. Og síðan sjáum við hvernig eigin fjárstaðan hefur þróast á sama tíma og þá komum við að þriðji kennitölum sem mikið notum í fjárhagslegu heilbrigði sveitarfélaga sem það EBITDA og bæjarfulltrúar þekkja það að við fengið frá eftirlitsnefnd sveitarfélaganna ábendingum að við sem ekki ná markmiðum okkur varðandi framlegð í rekstri sveitarfélags. Hún eilítið að batna hér á milli ára en alls ekki ná þeirri stöðu sem við þyrftum að hafa framleiða rekstri sveitarfélagsins í og það eitt af okkar verkefnum á árinu og misserin sem framöndan að ná tökum á framleiða rekstri sveitarfélagsins. Þarna komum við veltufjárhlutfallinu sem þá komið upp í einn aftur og við bara höldum áfram og núna A-hlutan rekstrartekjur útsöl fasteignaveðgjöld eiginlega bara samantekt á upphafsglærunni sem ég ætla kannski að dvelja mikið við en aðeins að nefna eins og með jöfnunarsjóð þar sem að jöfnunarsjóður kannski meira tengdur gangi efnahagskerfisins bara í landinu. Í heild sinni þarf að segja sveitarfélagið að jöfnunarsjóður hefur sín tekjustofna veltu samfélagsins landsframleiðslunni með beinum hætti og síðan úthlutunin aftur að stóru hluta til á grundvelli verkefna sem samið við sveitarfélög taka við og það var breyting á skiptingu tekna vegna málefnafallara gamalt baráttumál sveitarfélaga ná fram ákveðinni leiðréttingu á því, þannig að það skýrir einhver leyti breytingarnar á framlögum jöfnunarsjóðs en jöfnunarsjóður okkur mikilvægur og það heilmiklar umræður á árinu undanfarnum mánuðum frumvarp breytinga á lögum jöfnunarsjóð sem við ætlum ekki kannski að gera umtalsefni hér en staðan einfaldlega þessi eins og hún birtist okkur þarna að við erum háð tekjum frá jöfnunarsjóði og
laun og launatengd gjöld A-hluta. Árið 2024 voru launagjöld utan lífeyrisskuldbindinga alls 7 milljarðar króna og lífeyrisskuldbindingin nam 340 milljónum. Hlutfall launa lífeyrisskuldbindinga var 63,8%, hlutfall rekstrartekjur, hlutfall launa án lífeyrisskuldbindinga 60,8%. Það mjög oft gripið til þess að ræða launahlutfall þegar við ræðum fjárhagslega fjárhagsskipan sveitarfélaga. Og þá oftar en ekki erfitt að bera saman með beinum hætti á milli sveitarfélaga, hversu hátt hlutfall tekna sveitarfélaga fer til að greiða laun. Þar stundum að blekkja okkur hlutir eins og eftirlaunaskuldbindingar og lífeyrisskuldbindingar. Og líka breytileiki, það mun þá líka ráða þeim samanburði sem hversu mikið komið fyrir byggðasamlögum eða undireiningum eða í samrækslu sveitarfélaga, svo það að birtast ekki B-hluta einhverju leyti. En það allavega skiptir þá máli hvernig samsetning rekstrar sveitarfélaga og hvernig þjónustu íbúanna fyrir komið. Þannig að það ekki alltaf einfalt að bera saman milli sveitarfélaga tölur en því sem þróun og öðrum rekstrarkostnaði sem hækkar sem hlutfall af tekjum og við skulum bara halda áfram og við erum alveg að ljúka þessari kynningu og B-deildarfélagið okkar Hjúkrunarheimilið Höfði sem þarna undir 61 milljón króna færist með þeim hætti inn í okkar bækur í samræmi við okkar eignarhluta. Og síðasta myndin hér sem ég mig langaði að varpa upp líka til þess að taka það bara með í umræðuna hér strax við fyrir umræðu ársreiknings gagngreiðslukosta að það eins og ég sagði ekki alltaf einfalt að bera saman sveitarfélög og ársreikninga sveitarfélaga sérstaklega því að það misjöfn framsetning á ársreikningum og ég eingöngu að segja þetta til þess að undirbyggja þessa mynd að það mikilvægt að ársreikningur endurspegli raunverulega stöðu sveitarfélags og það teljum við okkur fyrst og fremst að gera en ef við horfum til rekstrar aðila okkar sem eru þá árið 2024 nætum þá í afkomu okkar 685 milljónir króna. Og í þessu formi nokkur sveitarfélög að birta sín ársreikninga. Ég bið bara menn að hafa það í huga. Þegar ræðum afkomu gagngreiðslukosta að það hægt að setja hana fram með margvíslegum hætti. En allir að segja satt og rétt frá. En við höfum ákveðið þessa aðferð sem við birtum í dag að skila og ræða ársreikning kaupstaðarins með eilítilli jákvæðri afkomu sem ég held að sé það öllur á botni hvort alveg ljómandi árangur með hvernig allt umhverfi okkar og umhverfi okkar og alveg ástæða til þess að nefna það hér að þetta leyti á síðast ári voru það kannski endanlega vongóð að ná því að skila kaupstaðnum réttum megin við strikið. Það hefur þó tekist þó að ýmislegt megi nú vera betra og þurfi að laga í fjárhagnum. Það við algjörlega með á og sú vinna hafin. En að lokum bara hér það þakkir til þeirra starfsmanna kaupstaðarins og endurskoðenda sem undirbjuggu frágang og samsetningu ársreiknings. Það þakkir hér til þeirra vinnu og með þeim orðum forseti þá ljúka þessari stundarlausu framsögu minni sem að ofstaði í týndu gleraugunum en sá að það var miklu betri að gera þetta með gleraugunum. Takk fyrir þessa yfirferð, bæjarstjóri. Og við hefjum þá umræðu ásetninga og það fulltrúi Líf Lárusdóttir sem var orðið til svars. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það sem átti tíða. Ég vil byrja að þakka bæjarstjóra vorum fyrir kynninguna og ég tek undir þakkir til þeirra starfsmanna Akranskaupstaðar
og endurskoðenda sem komin hafa gerð ársreiknings sem nú liggur fyrir. En við höfum lengi haft og höfum enn sterka fjárhagslega stöðu á flestum mælikvörðum sem notaðir eru fjárhagssveitarfélaga. Það verður þó að taka fram að ýmsir þættir vega þungt, samanber gjaldfærsla lífeyrisskuldbindinga, sem svo sem gömul saga og ný og verður áfram eitt af okkur stóru verkefnum, líkt og bæjarstjóri kominn á. Og málaflokkur fatlaðra enn vanfjármagnaður af ríkinu og var að síðasta ár, þó loks sjáist til lands í þeim efnum núna mitt á 2025. Í ofanálag, og kom aðeins fram áðan, þá erum við að berjast fyrir því og höfum verið að gera undanfarna mánuði og ár að horfa ekki fram á skerðingu á framlögum okkar úr jöfnunarsjóði. En þó svo skuldsetningin hjá okkur hafi aukist samhliða stórum fjárfestingum og framkvæmdum, erum við þó enn vel undir lögbundnu hámarki sem 150%. Staðan í dag svo að við erum að bregðast við nauðsynlegri uppbyggingu innviða í takt við fjölgun íbúa. Nú hefur hvert ár sem líður verið og síðastliðin ár tekin saman verið met á uppbyggingu innviða og einnig í viðhaldi. En samhliða því höfum við fengið inn óvænt verkefni og þar ber hæst að nefna íþróttahúsið á Vesturgötu. Það sem að ákveðið var að hvorki bíða eða plástra heldur einfaldlega fara í verkefni. Og í raun stórbæta aðstæðum þessum hús sem vonandi mun verða til þess að lengja líftíma þess sem mannvirki í okkar eigu 20 ára. En ég tek líka undir og tek undir það sem bæjarstjóri kom inn á áðan varðandi glæruna þar sem við sáum einfaldlega sem frá árinu 2018 höfum við tvöfaldað heildarreikning bæjarins. Hvorki meira en í minna. Og síðustu 3 ár hafa verið þau allra stærstu framkvæmda ár í sögu sveitarfélagsins. En í öllum þessum framkvæmdum og óvæntum verkefnum sem við tókum bara á og spiluðum úr eins vel og við töldum rétt að gera fyrir núverandi, bara fyrir okkur sem samfélag og framtíðina. Þá segjum við að það ef við tekum undir með bæjarstjóra, það er margt sem við getum oft í skoðað og lagað. En ég segi í öllu þessu slóti sem við stöndum fram fyrir, þá það bara góður árangur að skila reikningum þó í plús en ekki stóru mínus. Og það hefur lítið verið talað áhrif þess að mitt árið fyrra var eitt af okkur stærstu fyrirtækjum hér á Akranesi sem var gjaldþrota þó svo að endingu hafi tekist að reisa það við. Það var engin loðna, það var engin hvalur, orkuskerfið og allt þetta hefur áhrif á okkar útvarpstekjur og jafnvel töluvert. En það er alveg ljóst að framundan eru áframhaldandi áskorunir í rekstri, eru verðhækkanir í samfélaginu og eins kjarasamningar sem við vitum að munu hafa bein áhrif á launaliðinn. Og það er ýmislegt sem þarf að verða skoðað núna og þarf að fara betur í saumana á milli umræðina. Það þarf að skoða þróunarstöðugilda bæði með þá yfirvinnu sem ég held að sé svolítið mikilvægt að við horfum núna og leggjumst vel yfir ásamt auðvitað lífeyrisskuldbindingunni. En okkar hlutverk er að fylgja eftir nýsamþykktum fjárhagsmarkmiðum og leita leiða til að auka rekstrartekjur, draga úr hækkunum launagjalda og almennra rekstrargjalda og slíka áætlun þarf frá okkar hendi að liggja fyrir í seinni umræðu. Og einnig þarf að greina betur og leggja fram áætlun hvað sé hægt að gera til að draga úr rekstrarkostnaði sem við sjáum vaxa töluvert. Við ætlum að tryggja að þjónustan við okkar íbúa sé í lagi á hverjum tíma og tryggja einnig að Akraneskaupstaður geti sinnt þeim mikilvægu verkefnum og uppbyggingu sem nauðsynlegt er til að halda áfram að vaxa, svo geti að halda áfram að vaxa upp öflugt sveitarfélag, þar sem að fólki líður vel og fólk velur sér að búa. Takk fyrir, það er Líf Lárusdóttir. Næstur á mælendaskrá og bæjarfulltrúi Ragnhildur G. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða á. Við ræðum hér afsögninga Akraneskaupstaðar á B-hluta og samstæðu þing. Nú það trúið þess að sveitarfélög leggja fram sína reikninga hvert að öðru og því oft skemmtilegu tími fyrir bæjarfulltrúa.
Þetta er tími þar sem við óhjákvæmilega þurfum að bera okkur saman við önnur sveitarfélög. Hvernig stöndum við þegar við berum saman helstu lykiltölur? Haraldur Benediktsson, bæjarstjóri, horfa vel yfir helstu tölur þeim 3 ársreikningum sem hér til umræðu. Við þakkum fyrir það. En líkt að ég kom inn á áðan, þá alltaf þessi eilífi samanburður við önnur sveitarfélög. Hvar stöndum við samanburður? Sveitarfélögin nýta misjafnar aðferðir við framsetningu, en það samt alltaf þessar lykiltölur. Ef við horfum á bara þau sveitarfélög sem hafa verið, hluta þeim sveitarfélög sem hafa verið að skila reikningum núna, til dæmis Borgarbyggð, Akureyrarbær, Garðabær og Mosfellsbær, þá þetta öll sveitarfélög sem að skila nokkuð góðum niðurstöðum. Þegar maður fer svo að bera saman sveitarfélög við okkur og innbyrðis, þá eigum við í grunninn mjög margt saman með sveitarfélög. Auðvitað er eitthvað sem sker úr, en við eigum í grunninn margt saman. Við erum líkt á Borgarbyggð, eigum Orkuveituna og Faxaflóamna. Borgarbyggð hefur líkt og við staðið í miklu framkvæmdum, skólabyggingar og fleira. En Borgarbyggð að gera upp A-sjóðinn upp með 390 milljóna króna afgangi og A- og B-hluta með 440 milljóna króna afgangi. Akureyri býr jafnframt að öflugum B-deildarfélögum, Norðurorku og Hafnarsjóði, og sem að skila vel í bæjarsjóð, en þeir eru líka að gera A-hlutan upp mjög vel. Við getum verið stoltir af því. Af þessu sveitarfélögum sem ég taldi upp hér á ofan rekstur bæjarsjóðs Mosfellsbæjar kannski hvað líkastur rekstur Akraneskostnaðar. Í Mosfellsbæ, líkt og hér, velferðarhlutinn þungur og stór og eins og meðalaldur íbúa svipað. Í báðum þessum bæjarfélögum hátt hlutfall íbúa á leik- og grunnskólaaldri. Mosfellsbær býr hins vegar ekki öflugum B-deildarfélögum líkt og við og nýtur ekki ríkulega arðgreiðslna ár hvert líkt og Akraneskostnaðar. Samt sem áður rekstrarniðurstaða A- og B-hluta Mosfellsbæjar í ákvæðum 877 milljónir. En af hverju er að telja upp þessu sveitarfélög og þegar við erum að ræða afsreikningu Akraneskostnaðar? Jú, það er vegna þess að þessi sveitarfélög eiga það sameiginlegt með okkur að í lok síðasta kjörtímabils og upp að þessa sem nú voru fjármálin erfið. En af hverju er þessi sveitarfélög að skila góðum rekstrarafgangi á sama tíma og rekstur Akraneskostnaðar í járnum? Þessi sveitarfélög, líkt og við, hafa staðið í miklu fjárfestingu. Þessi sveitarfélög frá okkur eru viðburðir þeirra við þeim þrengingum sem var einkennt rekstur allra sveitarfélaga þetta kjörtímabil. Gott dæmi viðbrögð finnst mér vera til dæmis að velferðarráð samþykkti 3. desember síðastliðinn úttekt á rekstri á sviðinu og sú vinna ætti að fara strax af stað. Sú vinna hófst því miður ekki fyrir í mars, eða þegar 4 mánuðum síðan. Í lok síðasta kjörtímabils var farið í mikla og góða vinnu við fjárhagsleg markmið í samvinnu KPMG og við þekkjum öll þá sögu hér. Það tók 36 mánuði að samþykkja þau markmið. Þessa 36 mánuði nýttu önnur sveitarfélög til að taka til í sínum rekstri. Krísan er kannski ekki stærsta vandamálið. Það eru viðbrögðin í þessu tilfelli engin viðbrögð. Takk fyrir. Takk fyrir. Ragnar P. Sæmundsson, orðið laust á nýju í umræðu ársreikninga Akraneskostnaðar, hluta B-hluta og samstæðu sem vilja bera sig ljós. Það er fulltrúi Þórður Guðjónsson. Forseti, við bæjarfulltrúar og aðrir sem ákveða fyrir umræðu ársreikningan okkar, það er 2024. Ég kom inn á miðju ári í fyrra. Það breytt miklu í þessu öllu saman, en það er nokkur atriði sem við vert að fara yfir og samanburður er alltaf góður og það er mjög góður samanburður sem Ragnar P. Sæmundsson fór yfir rétt áðan og
hollt fyrir alla að bera sig saman með eitthvað sem líkist manni sjálfum. Langar samt enga síður að benda á staðreynd að frá 2017 hefur við tvöfaldar ríkningu. Tvöfaldar. Ekki 20%, ekki 50%, þetta er tvöfaldar. Það sem tveir. Það hefur ekki þessu sveitarfélögum gert. Það er mér nokkuð meðvituð vitneskja mín það. Það er ekkert þessara sveitarfélaga farið. Ég vissum það að það getur eitthvað viðfingar, enga síður. Það er þetta. Á sama tíma þá hefur bærinn okkur verið að vaxa og einmitt sá flokkur sem við viljum sjá vaxa vel og höfum staðið fyrir að standa vel að baki, það eru leikskólaaldurinn. Sjáum núna aukninguna þar frá 23-24 er 8,8%. Langmesta fjölgun í aldurssamsetningu á þessum flokki. Þetta eru dýrustu íbúðarnar okkar sem skila mestu tekjum í sveitarfélög okkar til skamms tíma en eru framtíðartekjur þessar sveitarfélags og framtíð sveitarfélagsins sem við erum. Við getum verið stolt af því að til að mynda hafa ráðist í veglega byggingu nýs Garðasels og byggt upp skólamarkskjópar til þess einmitt að geta tekið við þessu og unga fólkinu sem áhætta á þessu börn til þess að framtíð Akraness sé til. Þetta er jákvæður vöxtur hér en til fylgja sjálfsögðu aukin kostnaði til skamstíma en tekjum til langstíma. Á sama tíma getum við horft á það að það er ýmislegt sem við gengið gegn okkur í fyrra. Vextir voru hærri heldur en gert var ráð fyrir, verðbólga meira íþyngjandi heldur en gert var ráð fyrir. Raforkuskorturinn sem var hér í fyrra, heldur ég að bitið Akraness hvað mest af öllum sveitarfélögum sem grundartangosvæði lífæð okkar atvinnulífs, ekki bara starfsmenn sem vinna þar hjá Elkum og Norðurál, heldur svo þjónusta sem Akraness veitir grundartangosvæðinu gríðarlega mikil. Við sjáum og tekjum við hjá okkur, enga síður mistu á ansi miklu. 2 ára í röð höfum við nánast mist af loðnunni, hvalveiðar eru svo sem ekki til staðar, heldur þessi ár. Þetta allt sem skiptir sveitarfélögum eins og okkur með lága prósentu í atvinnulífi stórum fyrirtækjum og öðru en sterka þjónustu við sterk atvinnusvæði eins og Grundartanga og mikla grunnþjónustu og betra þjónustu í skólunum og sjúkrahúsunum og fjölbrautaskólunum og svo framvegis. Þannig að þetta er svona þau vankvæði sem við horfum fram á þegar við erum að reka sveitarfélög. Þannig að því sögðu veist mér persónulega lítið á því sá 6 mánuði uppgjörið í fyrra. Ég var frekar svartsýn. Því sögðu ég frekar stoltur af því að við höfum náð að skila sem þetta 4,5 milljóna afgangi, sama hvernig það er horft á það. En það er þá niðurstaðan. Alltaf er að fara einhver útreikning á því hvernig og hvað og annars því. Ég held að við séum að setja þetta fram á raunsæðan og eðlilega máta. Það er ekki verið að fela neitt hérna. Fókutið það sem er að skila. Þannig að þetta er svona grunn upplægið í þessu. Að sjálfsögðu það áhyggjuefni að kostnaði sé aukast. En eins og hefur við komið inn á, þá sótt í okkur út af þjónustu. Þjónustustigið er gott. Stofnanirnar okkar eru framúrskarandi á allan hátt, sama hvernig við lítum á það. Þannig að ég held að við erum að geta verið stolt af því að á þessum tíma, Ragnar Samúelsson talaði skort á viðbrögðum. Við vorum að standa vörð þjónustuna í bænum. Við vorum að standa vörð það. Við ætluðum að halda áfram að hleypa börnum inn í leikskólann. Við ætluðum að halda að taka á því sem brást, komum upp á. Það hefði verið hægt að segja, veistu þetta? Við býðum bara 5 ár, við hefum ekki pening núna. Það hefði verið hægt að gera það, en við gerðum það samt ekki. Við ákváðum í samningu að fara þessi vegferð. Og við sitjum svolítið upp með henni í dag, að einhverju leyti. Við höfum fengið skarpa í andlitið sem við höfum verið að bregðast fyrir. Ef við getum brugðist fyrir, hugsanlega, kannski ekki, en við erum að bregðast fyrir. Það í öllum sviðum verið að vinna að ákveðnum atriðum. Mér var sagt á velferðarsviði til að mynda núna í febrúar, síðan fyrsta skipti bara í áratug, þar sem ekki vöxtur, samanborið ára á milli ára, á milli mánaða. Þannig að það jákvætt, það eitthvað að gerast. Hefði mátt gerast fyrr, hugsanlega, það í gangi núna, þannig að það mjög annað að sjá hvað velferðarsviðið að vinna núna í KPMG að úrlausn mála og hvernig við taka á þessu saman. Þannig að staðan töff, hún erfið, klárlega. Og þess vegna segi ég og var ánægður með að hafa tekið þátt í fjárlagaáætlun síðasta árs
það þurfti gríðarlegt hugrekki hjá þessari bæjarstjórn að standa í vatninu fyrir. Og í sameiningu, meirihluti og minnihluti komu okkur að niðurstöðu, tók alveg tíma á og tekist á, til þess pólitík, hún til að takast á. Það aðhald sem minnihlutin á að veita meirihluta og það tókst við. Við höfum það hugrekki að standa fyrir og segja, nú ítum við á pásu. Staðan þessi, nú ætlum við íta á pásu. Við höfum ekki skert þjónustu, við höfum haldið áfram uppbyggingu, við höfum tekið á þeim málum sem við fengið í andliti, Vesturgötu, Brekkubæjarskóla og Grundarskóla. Við héldum áfram uppbyggingunni á sveitarfélaginu eins og með uppbyggingu í Jaðarsbakkanum sem gríðarlega flott verkefni. En við settum á pásu og til þess að hugrekki til að takast á, án þess að ráðast í dramatíska niðurskurð á þjónustu sveitarfélagsins og uppsögnum á starfsfólki bæjarins. Það jákvætt, en vegferðin ekki lokið, langt í frá. Og því ég segi hugrekki, því að þetta síðasta heila ári sem að þessi meirihluti starfar, því að það kosningar á næsta ári. Og til þess að fara inn í svona ár, þá þurfti hugrekki til þess að segja, við ætlum ekki að fara fyrir. Við ætlum að klára það sem við erum að gera, við ætlum að vinna í stöðunni og koma okkur út. Þannig að margt jákvætt, en það alveg klárt mál að áskoranirnar eru þarna. Þær voru þannig í gær, þær eru þannig í dag og það verða þannig. Það er mjög samstillt átak allra þeirra sem eru hérna. Og mín upplifun svo að inni í bæjarfélögunum okkar eru við bæði með öflugt starfsfólk, sviðsstjórinn okkar inn í Akranskautsdæmi. Við erum gríðarlega öfluga stjórnendur í skólanum okkar sem að leggja sig mikið fram í að ná fram hagræðingi vexti án þess að skerða þjónustuna við íbúana. Þannig að það margt mjög jákvætt hér á Akranesi. Gæti það verið betra, hugsanlega, mætti það verið betra? Já, við viljum það öll og við viljum halda áfram uppbyggingunni okkar frábæra sveitarfélagi. Nú er byrjun frá mér og takk fyrir mig. Takk fyrir Þórir Guðjónsson, næsta mannindaskrá er bara eitthvað til líf og svo skasta og svo er. Þetta bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðeins á hlýða. Byrja við að þakka bæjarstjóra. Hann Tvindssyni þegar við greina þá í kynningu. En svo alltaf þá ég skil ég aldrei neitt fyrir henni fæðin þessu blessun kynningu. Ég ætla svo sem það margt að segja og ég gæti alveg eitt miklum tíma í að standa hérna uppi og endurtaka þau orð sem að bæjarfulltrúi Ragnar G. Sæmundsson kom með hérna inn áðan, en ég get líka verið sammála mjög mörgu sem að bæjarfulltrúi Þórir Guðjónsson kom inn á. Eitt sem að mér og hefur verið hugleikið núna síðustu mánuði, að það við höfum mikið verið að ræða spara pening, skera niður, skera þjónustu, og svoleiðis. Á sama tíma finnst mér við þurfum að hugsa vel starfsfólkið. Taka svolítið utan það. Því að það skiptir svolítið miklu máli hvernig við ræðum þetta út af. Við þurfum að horfast í augu það að öll umræða sem kannski svona svolítið leiðandi getur verið neikvæð fyrir bara íbúa og starfsfólkið og allt þetta. Það sem ég hef miklar áhyggjur af að það vinnuálag og hjá starfsfólkinu okkar. Og hvernig við erum að bregðast við því. Nú erum við stærsti vinnuveitandinn hér í bæjarfélaginu. Og við erum með ofboðslega flott starfsfólk. Bara sem alla daga að vinna okkur til hags og vinnur fína vinnu af mikið kostgæfni og áhuga og gleði undir oft á tíðum mjög erfiðum kringumstæðum. Og eins og hefur verið komið hérna inn á þá náttúrulega höfum við staðið fyrir gríðarlega erfiðum aðstæðum og vinnuaðstæðum. Vinnuaðstæður fólksins okkar hafa verið gríðarlega erfiðar. Við höfum tekist á við það að mínu mati við erum að gera okkar besta og erum að gera allt sem við getum gert fyrir starfsfólki okkar, börnin okkar og alla. Þannig að við megum vera svo sannarlega stolt af því.
Og við getum náttúrulega öll verið sammála um það að þessar aðstæður hafa verið mjög krefjandi og við sem bæjarfélag staðið fyrir gríðarmiklum fjárfestingum og allt það til þess að laga þetta. Þannig að það getum við klappað okkur á bakið. En eins og ég segja að þá mér hugleikið þetta með starfsfólki okkar. Yfirvinnu, erum við að láta fólk vinna mikla yfirvinnu? Hvernig aðstæður fólks? Þannig þurfum við á sama tíma og við erum að tala að skera niður og passa peningin og eitthvað svona. Þannig þurfum við að passa okkur og horfa á, eitthvað sem við getum lagað í starfsaðstæðum fólks sem við getum auðvitað gert og skapa betri vinnuaðstæður fyrir fólk á sama tíma og við erum að spara pening. Og það þá á sama tíma það sem við höfum oft talað að það varðandi rekstrarkostnað, innkaup og annað. Þar getum við alltaf gert betur og þurfum að gera betur. Ég sat áðan á fundi hjá velferðarráði þar sem var verið að fara yfir vinnu sem KPMG að vinna fyrir velferðarráð. Mjög flott vinna og ég hlakka bara mikið til að sjá hvað kemur út úr þeirri vinnu. Það voru mjög margar góðar hugmyndir og ég hefði viljað sjá bara sömu vinnu til dæmis inn í því ráði sem ég sit venjulega í skólum vísindaráði og inn á öðrum sviðum. Þetta bara mjög framsæknar góðar hugmyndir og ég tel að við ættum að vera með opinn huga fyrir því sem það kemur frá. Og já, þetta gerst eitthvað stórkostlegt úr því. Takk fyrir. Það er mjög svo skasta. Næstu á mængslögu það þessu Kristján Helgi Sveinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir smáþjóða. Ég ætla að byrja að þakka bæjarstjóra Benediktssyni fyrir skrifið ásökningi sem bara mjög upplýsandi og góð. Ég frekar jákvæðar niðurstaða en ég bjóst við. Ég er ánægður með að við erum ekki í mínus miðað við svona hvernig þetta horfir við okkur lengi vel fram eftir árið 2024. Þannig að það að skila ásetningi plús er bara frábær niðurstaða finnst mér. Þegar maður horfir inn í þetta þá erum við jukust langtímaskuldir okkar talsvert á síðasta ári. Við erum komið langtímaskuldir upp á 5,2 milljarða út af láni sem við tókum síðasta ár til að bæta hjá okkur rúmum 4 milljörðum til þess að borga þennan framkvæmda kúf sem kemur fram á síðust 10 árum höfum við bætt okkur eignum fyrir 10 milljörðum. Þannig að það er þá, ef maður beitar einfaldri stærðfræði 6 milljarða hús þar í eignum bæjarins. Mér finnst það ansi gott. Við sjáum líka það að EBITDA eru uppleið, þannig að rekstrarhæfni sveitarfélagsins er að batna þrátt fyrir erfitt ár. Og við vorum í mínus 2022 og vorum með 1,7 EBITDA 23 og erum nú að tókum í 2,1 með allt og allt. En það er jákvæð. Þannig að það er ánægjulegt. Ég ætla svo mikið að fara meira í ásetningin, en það er alveg og þetta gerist þrátt fyrir við erum að skila jákvæðum ásetningi þrátt fyrir að til dæmis blóðasala hjá okkur hafi verið langt undir væntingum og við erum þar með framkvæmdir sem við höfum greitt fyrir gatnagerð og eigum eftir að taka inn tekjur. Og það kemur þá einhver tímann inn í framtíðinni sem þá tekjur á móti þeirri skuld sem við höfum farið í út af þeirri gatnagerð. Það er rétt með velferðarráð. Við
erum byrjuð í KPMG-vinni og hún bara komin ansi langt fyrir mér. Þrátt fyrir að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fullyrðir hún hafi ekki hafist til í mars, þá náttúrulega vinnan sjálf sér og undirbúningurinn hafinn löngu fyrir. Þetta í annað skipti sem bæjarfulltrúinn kemur og skammast yfir því að vinnan hafi farið seint af stað, hún hafi verið ákveðin í desember. Ég vil bara minna á það að við erum samt komin einna lengst. Þetta svona aldrei eins og uppistandarinn sem er ónægður með mætinguna og skammar þá sem mæta fyrir þína sem eru ekki komnir í gang og hafa ekki mætt. Þannig að ég verð bara að taka þessu hrósi. Við erum þá allavega að koma þetta langt og við munum sjá inn í þetta þessa vinnu fljótlega. Það er margt sem kemur óvart í því hver niðurstaðan í raun og veru inn á sviðinu og ég held að það er svona sem að tala til Rósa að það eru alveg það eru tækifæri en það er líka hlutir sem við höfum talið verið tækifæri sem eru kannski bara við erum að sjá fram á verulega góðan rekstur inn á sviðinu. Þannig að ég hvet bæjarfulltrúa til að skoða þessa skýrslu, hún ætti að vera í fundargáttinni, þessi draugaskýrslu, hún var ekki opinber ennþá, þannig að við vorum að fjalla um hana fundið á þeim og við fáum hana væntanlega til okkar áttur í mars, í maí, við erum mars á heilanum. Þannig að það eru mjög mikil gerjun og mikil vinna sem er í gangi inn á velferð- og mannréttindasviði og ég ætla bara að þakka þeim starfsmönnum sem fara að tekið það. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er Þorsteinn Kristinn Hreinsson. Fyrir að umræðu ársreikninga. Komið hefur fram að þá það í fyrri umræðu hér. Síðari umræða áallur á undir bæjarstjórn 13. maí. Já, bæjarfulltrúi Jóhanna Margrét Sigmundsdóttir, bara gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og fundarritari og aðrir sem eru að hlusta. Við erum bara svo frábærar umræður ársreikning og mér langaði bara að taka þátt í það er komið nefnt og bara hvetja okkur til dáða. Bara ég er í eðli mínu ótrúlega svona jákvæð manneskja en ég veit að það er að mörgu að huga í þessum rekstri og við erum ábyrg fyrir ansi mörgum hlutum. En ég gæti líka alveg staðið hér og endurtekið allt af því að allt sem hefur komið hér fram eru bara frábæri punktar og við langar bara að taka undir öll þau orð sem hafa verið sögð hér frá þeim bæjarfulltrúum sem hafa komið hér upp. En líka bara að minna okkur á það, við berum ekki bara ábyrgð á fjárhagi, við erum líka ábyrgð fyrir öðru. Við erum að stíga bara fast í jarðveg þegar það kemur að því að bera ábyrgð á mannvirkjunum okkar eins og hefur komið fram og mér finnst það bara, eins og Þórður bæjarfulltrúi og Þórður Guðjónsson kom inn á, það skal hugrekki til þess að stíga fast í jarðar og ekki að líta undan þegar mannvirkjum okkar að drabbast niður og fólki líður illa. Og bæjarfulltrúi líka það kom líka inn á það að við þurfum að huga vel að starfsfólkinu okkar, við erum í stærsti vinnustaðurinn hér og bara vinnuaðstæður margra bæði barna og fullorðinna hafa verið ofboðslega krefjandi og en það er sem betur fer að birta til og þarna höfum við svo sannarlega sett ábyrgð og höfum það bara hugfast ásamt því að bara bera höfuðið hátt og fara áfram inn í næstu umræðu ársreikninga. Bara sól í hjarta og bara það hugsa ekki eftir framtíð hér. Þannig að
Já, þannig að það er mjög norðum í þessar umræðu. Takk. Takk fyrir. Það er fyrir Anna Marta Sigurðardóttir og næsta mánudagsstofa Bæjarfulltrúi Lína Árnadóttir. Takk fyrir, forseti, fulltrúar. Mér langaði að fylgja þess eftir því sem hefur núna verið vekking varðandi þessa vinnu, þessa góðu vinnu sem nú á sér stað á velferðar- og mannréttindasviði með starfsfólki og ráði, þar sem að ég hef nú skoðað drögin að skýrslunni og mér finnst ótrúlega flott uppsetning, þó eins og Bæjarfulltrúi Kristín Atli bendir á, eingöngu drög að ræða. Þá er þetta kannski akkúrat tólið. Hér er verið að rýna í stöðuna eins og hún er. Það er ákveðin samanburður. Samanburður á milli sveitarfélaga, samanburður á milli samskonar þjónustukjarna og svo framvegis. Og svo tækifæri til þess að gera betur í einhverjum tilvikum og eins og Bæjarfulltrúi bendir á, að kannski hlutir líka sem eru bara hjá okkur í virkilega flottum málum og verður líka að nefna að við erum að gera flotta hluti. Ég tek alveg undir og í þessari rýni sem ég finnst líka flott er verið að setja fram ákveðin gæða viðmið og gæða handbók til þess að vinnuaðstæður starfsmanna okkar séu með eins góðum hætti og við bara í rauninni gesum boðið upp. Mér finnst það mjög áhugavert að hafa þessa pæling og hugmyndafræði aðeins lengra og jafnvel inn á fleiri svið eins og hér er komið fram. Og þetta er akkúrat líka liður í því að horfa á hvernig fáum við betur meiri helgun starfsmanna og að fólki líði betur hjá okkur og svo framvegis. Þannig að þetta er staðan, möguleg tækifæri og þá finnst þetta bara flott uppsetning og ég væri gjarnan til í að sjá þetta ná lengra og bara lengra með þetta með þessum hætti eins og nú er gert. Það verður bara gaman að setja þetta og halda áfram með þetta. Svo Bæjarfulltrúi bendir á að verði þá þetta líkindu nú í maí. Þannig ég hvet okkur bara áfram í þessari umræðu. Takk fyrir, Bæjarfulltrúi Lína Árnadóttir. Orðið er þá laust á nýju ásetninga. Staðar Bæjarfulltrúi Kristján Atli Gunnarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og svona til það. Mér langaði bara líka að koma inn og benda það að við erum núna í lok apríl að fyrir umræðu ásetnings Alþingismanna. Þetta eru tölur sem við höfum alltaf þurft að nota í þeirri vinnu með KPMG til þess að rýna stöðuna eins og hún er. Þannig að það að vinna á sviðinu hjá okkur hafi dregist eitthvað á mati sumra bæjarfulltrúa, þá erum við líka bara mjög seint miðað við hin sveitarfélögin sem að bæjarfulltrúi hefur fylgst með í því að skila okkar ásetning. Ég held að það sé bara hlutur sem við þurfum líka að taka til skoðunar og umræðu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristján Atli Gunnarsson. Og orðið er laust. Það er ásetninga alveg. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, bæjarstjóri Bæjarfulltrúa Málþinga. Ég vil bara þakka fyrir líflega góðar umræður. Bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson kom inn upp og talaði meðal annars leikskólana og það hefði verið vel gert og ef ráðist var í byggingu Garðarseli og ég er bara hjartanlega sammála. Það er bara ef ég geri upp minn tíma inn í bæjarstjórn þá er það bara eitt af því sem ég er stoltastur af. Það er bara að koma að þessari framkvæmd. Og hún hafi verið umdeild og margir hafi skoðun á því að þarna hafi verið gert allt og vel og þá held ég að tíminn muni leiða það í ljós að þetta bara var mjög góð framkvæmd og held ég séu flestir sannfærðir það í dag en þeir sem eru það ekki held ég eftir að sjá það með tímann. Þórður talaði líka vexti og verðbólgu.
Það er eitthvað sem öll sveitarfélög eru að kljást við. Hann kom inn á loðnubrjóst. Það er alveg rétt, að það eru líka önnur sveitarfélög. Það er til dæmis bara Akureyri, sem er mjög stórt uppsjávar eins og ég var að telja upp á það. Og það er mörg sveitarfélög hringir í kringum land sem sjávarútvegur skiptir bara höfuðmál. Sveitarfélög sem orðið fyrir mjög miklu búsinu. Við erum öll, þessi sveitarfélög eru öll að kljást við einhverja krísu. Það eru öll sveitarfélög nánast að kljást við litla eftirspurn í loðnu. Ef við horfum yfir höfuðborgarsvæðið og við skoðum tölur hafa mest að sjá við það að fjöldi íbúða sem við erum að byrja á er algjörlega hrunið. Þetta eru stóru aðilarnir sem geta í raun og veru að miklu leyti fjármagna sig sjálfir, meðan litlu aðilarnir sem hafa verið stórir hér á markaðnum hjá okkur hafa bara ekki burði í það að fara af stað við niður. Bæjarfótur Kristinn Hallur talaði líka lóðasölu undir væntingum og aftur þetta er vandamál sem allir eru að eiga við. Öll sveitarfélög, þessi sveitarfélög sem við viljum bera okkur saman við, þetta er eitthvað sem þeir eru öll að kljást við. Bæjarfótur Kristinn Hallur talaði uppistandarann og velferðarmannréttindi á að koma eitthvað lengst. Ég vil benda honum á að lesa fundargerð annarra ráða en skipulags- og umhverfisráð samþykkti í lok mars að breyta framkvæmdaáætluninni sem felur í sér hliðrun 600 milljónir og 275 milljónir netto stofnað. Þannig að ef við sjáum þann sparnað út úr velferðarmannréttindaráði þá bara mun ég fagna. Það er bara glæsilegt. Þetta er hins vegar peningar miklu leyti sem er náttúrulega bara frestun og framkvæmd. Þannig erum við frekar að mæta þessu lausafjárvanda sem við erum í. En ég vil bara þakka fulltrúum skipulags- og umhverfisráðs fyrir þá vinnu og ég hlakka virkilega til að sjá, ég er bara rétt núna að glugga inn í svona þessi drög velferðarmannréttindaráði, ég hlakka virkilega til að sjá þá vinnu. Það eru flottar hugmyndir um það. Það eru líka atriði þarna sem verða kannski svolítið snúin. En ég hlakka til að sjá bara hvað kemur út úr þessu. Bæjarfótur Kristinn Hallur talaði að hluti af því ástæðan þess að vinnan hefði kannski hafist svona seint var það að það verður að bíða eftir ársreikningum. Fjármálasviðið hér er með mánaðaruppgjör, þeir eru með 3 mánaða, 6 mánaða, 9 mánaða og núna eru við afgreiða 12 mánaðir. Þannig að ég get ekki séð það að ástæða fyrir því að við höfum farið seint af stað í þessa vinnu, sé það að það er verið að bíða eftir þessu uppgjör. Þessar tölur eru allar hægt að taka út úr rekstrinum og svo ársreikningurinn sé ekki klár. Ég hef sagt áður um það, við fórum mjög margir bæjarfulltrúar á fjármálaráðstefnu, sveitarfélögum síðasta ári. Þar voru 2 sveitarfélög sem héldu erindi, annars vegar Árborg og hins vegar Hafnarfjörður. Sveitarfélög sem hafa átt í lengi í töluverðum fjárhagsvandræðum. Hafnarfjörður komur á mun betri stað og Árborg, það er að byrja til hérna, en í Árborg þurftu menn að fara í mjög erfiðar aðgerðir. Það sem satt eftir raun og veru og þeir sem héldu þessi erindi, bæjarstjóri Árborgar, mann ég gælu nafnið, og svo Rósa Guðmundsdóttir, bæjarstjóri í Hafnarfirði. Þau enduðu eiginlega bæði fyrirlesturinn sem á því að segja ég vildi þeim byrja fyrr. Það er svolítið bara það sem við í minnihlutanum hefum verið að tala allt þetta kjörtímabil. Tala þessa vinnu. En það þýðir ekkert endalaust að horfa í baksýnisspegilinn ef við erum, eins og segir, þess að KPMG vinna með velferðarsviði, það er mikil vinna inn í bæjarráði, það búið að fara fram mjög góð vinna inn á skipulags- og umhverfissviði, skóla- og frístundasviðið er í vinnu og ráðið þar. Þannig að vonandi er það bara upp og áfram núna, en við þurfum allavega að gera tölur betur en höfum gert. Næstur bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Hreinsson fara á reyði, gjör svo vel.
Ég ætla, forseti, þetta er bæjarfulltrúar og aðrir sem að heiða. Ég ætla að koma líka upp og hrósa umhverfisskipulagsráði fyrir frábæra vinnu og flott framtak í að fresta steypu og malbyggingu og jarðvegsvinnu. Það er bara ekki það sama og það að fást við fólk. Þú frestar ekki þjónustu við fólk, en þú getur farið ofan í sauman og því og fundið út hvernig þetta gera betur, hugsanlega ódýrara, en það er ekki hlutir sem frestar með pennastriki á fundi. Bara svo það sé alveg á hreinu. Takk fyrir. Takk fyrir. Það fyrir Kristján Oddur Freysson og það fyrir Ragnar G. Sæmundsson fyrir að við getum verið. Forseti, ég veit ekki hvort að þetta var beint í mín, en ég held ég að vera algjörlega skýr í mínum orðum þegar ég sagði að þarna væri verið að mæta lausafjárvanda, en frestun og það eru allir þess megnir inni að skilja að malbygg og persónur er ekki sami hlutin. Það er ekkert mál að fara inn og segja, slá á þetta. Það er ekkert mál að fara inn og segja, við ætlum okkur ekki að byggja sundlaug eða samfélagsmiðstöð eða eitthvað. Og það hafi gríðarlega áhrif á aðra hætti. Þar erum við ekki að eiga við lifandi persónur, en við erum hins vegar að eiga við að þjónustu við þessa einstaklinga. En eins og ég sagði, það kom skýrt fram hjá mér, sú vinna sem, og það er svo upptekt á fjárfestingu framkvæmdaáætlun sem skipur umhverfisráðherra í. Þetta er fyrst og fremst verið að mæta lausafjárvandanum. Því eins og bæjarfulltrúar að vita, þá er það seinna á dagskrá hjá okkur á þessum fundi. Því það er líka gríðarlega vandi. Fyrir Ragnar G. Sæmundsson, þeir sem óskar að taka til máls, umræðum ásetninga. Svo er ekki, þá ætla ég að fara hér í bókanir við fundarliði 1, 2 og 3. Það var fyrst fundarliður 1, ásetningur 2024 A-hluti. En þar geri ég tillögu að bókun með helstu niðurstöðutölum sem þá eftirfarandi. Rekstrarniðurstaða A-hluta fyrir fjármagnsliði og óreglulega liði er neikvæð 146,3 milljónir króna. Þess að fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 2,2 milljónir króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða A-hluta er jákvæð 73,8 milljónir króna. Þess að fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 112,9 milljónir króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Lykiltölur A-hluta. Fjárhagslega viðmið sveitarfélaga, rekstrarjöfnuður síðustu 3 ára í milljónum króna er 494,17 en af 927,6 milljónir króna árið 2023. Skuldaviðmið er 71% en var 53% árið 2023. EBITDA-framlegð er 2,24% en var 1,88 árið 2023. Veltufé frá rekstri er 6,7% en var 12,03% árið 2023. Skuldahlutfall, skuldir deilt með rekstrartekjum, er 121% en var 95% árið 2023. Eiginfjárhlutfall er 43% en var 51% árið 2023. Veltufjárhlutfall er 1,05% en var 0,6% árið 2023. Og þá bið ég þá sem samþykkja að ásetningur A-hluta Akraneskaupstaðar verði vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fram fari þann 13. maí næstkomandi og gjöra svo að gefa merkjum. En samþykkt með 9 atkvæðum. Ára annar fundarliður, ásetningur B-hluti og þar eru helstu niðurstöðutölur. Rekstrarniðurstaða B-hluta fyrir fjármagnsliði og óreglulega liði var neikvæð 41,7 milljónir króna. Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 17,9 milljónir króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu.
Rekstra niðurstaða B-hluta var neikvæð 69,3 milljónir króna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 110 milljónir króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Og þá fyrir þá sem samþykkja ársreikningi B-hluta hagnaðarskostnaða vegna ársins 2024 verið vísað til síðari umræðu sem það fari 13. maí að gjöra sögulegur. Það eru allir samþykkir því. Þá er að þriðji fundarliður, ársreikningur 2024 samstæða. Helstu niðurstöðutölur. Rekstrarniðurstaða Akraneskausta A- og B-hluta fyrir fjármagnsliði og óreglulega liði var neikvæð 154,7 milljónir en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 28,2 milljóna króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða samstæðureiknings Akraneskausta með óreglulegum liðum var jákvæð 4,5 milljónir króna en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 2,9 milljóna króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Lykiltölur samstæðu. Rekstrarjöfnuður síðustu 3 ára er 222,4 milljónir króna en nam 796,2 milljónir króna árið 2023. Skuldaviðmið er 67% en var 52% árið 2023. EBITDA-framlegð er 2,13% en var 1,66% árið 2023. Veltufé frá rekstri er 5,73% en var 10,06% árið 2023. Skuldahlutfall, skuldir deilt með rekstrartekjum, er 113% en var 90% árið 2023. Eiginfjárhlutfall er 40% en var 48% árið 2023 og veltufjárhlutfall er 0,95 en var 0,57 árið 2023. Þá biður þá sem samþykkja að samstæðureikningi A- og B-hluta Akraneskaustaðar vegna ársins 2024 verið vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fram fari 13. maí næstkomandi til sölulegur. Það allir samþykkir því. Þá förum við í 4. fundarlið. Hann hefur málsnúmer 2504-062 skammtímafjármögnun. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 10. apríl síðastliðinn að óska eftir skammtímafjármögnun frá Arion banka af höfuðstól allt að 1 milljarði króna. Með lokagjalddaga þann 31. desember 2025. Ástæður fyrir aukinni skammtímafjármögnun er vegna tekjufalls í væntum gatnagerðartekjum síðari hluta ársins 2024 og sama tíma voru viðamiklar og kostnaðarsama framkvæmdir í gangi hjá sveitarfélaginu og verða áframhaldandi í framvindu vorinu. Jafnframt samþykkti bæjarráð að veita Haraldi Benediktssyni bæjarstjóra fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Akraneskaustaðar að undirrita lánaskjöl við Arion banka sem og til að móttaka, undirrita, gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Og orðið er laust þennan fundarleik. Það er fulltrúi Líf Lárusdóttir var orðið, gjör svo vel. Forseti, ágætu feðgar, það er svo mikið tíða. Mér finnst mikilvægt að komast fram hér undir máli 4 sem við erum að fjalla að Akraneskaustaður hefur verið með yfirdráttarheimild síðustu ár. 550 milljónir króna sem hefur ekki verið fullnýtt en þurfti síðan núna síðustu mánaðamót að hækka. Þannig að það var hlutikinn undir ganga. Það er náttúrulega endurgreiðslur vegna gatnagerðargjalda síðustu mánuði og kostnaðar vegna fjárfestinga sem hafa mikil áhrif á sjóðstöðu. Og mér finnst bara líka mikilvægt að það komi fram að hér eru þessi verkefni sem við höfum verið að ræða fyrir í dag sem við erum að loka, við erum að klára og er gífurlega fjárfrek verkefni akkúrat á þessum mánuðum núna sem framundan eru og langar til að við náum að klára. Skammtímaskuldirnar, markmiðinum, þær eru að þær verða gerðar upp. Á fjármunum berast þetta vegna gatnagerðar vegna á árinu 2020. Þannig erum við að horfa á þetta
að komast í gegnum þennan tíð. Og eins og áður við komum fram, erum við ekki að horfa á að byrja verkefni sem að hafa núna, þessi stóri sem hafa verið í gangi núna og var nú loks að klárast. Þetta er umfram. Fyrir það fyrir Línu Árnadóttir, fleiri sem óska eftir að taka til máls. Ragnhildur Sæmundsson, til svo. Forseti, stýrði bæjarfulltrúa á þessum máli í dag. Við ræðum mánuði 4, skammtíma fjármögnun og eins og bæjarfulltrúi í lagstofnun að það raun og verið að auka þessa lánalínu alltaf milljarð. Við höfum verið með það var ráð fyrir útboð 22-23 bankaviðskiptum og þessi lánalína hefur verið opin síðan. Ég held að ef einhver bæjarfulltrúi efast þá alvarlegu stöðu sem uppi í rekstri bæjarins, þá ætti hann að lesa vel þetta minnisblað sem fylgir þeim með. Og ég trúi ekki öðru en það átti sig allir á því hvernig staðan er. Við erum í yfirdrátt og höfum þurft að grípa í yfirdrátt mánaðamót til þess að greiða laun. Það hlýtur að segja okkur bara öllum fyrir staðan grafalvarleg. Auðvitað kemur það til vegna þess að það hefur, eins og bara við vorum að ræða á, það hefur, áætlun okkar hefur fengið eftir. Það hefur orðið ákveðið tekjufall. En það breytir hins vegar ekki að staðan er grafalvarleg og með það þurfum við að vinna. Við erum í raun og veru þeirri stöðu að allar ákvarðanir sem við tökum í dag, síðan bara fjárhagsáætlun og það sem er fjármagnsins, það er bara yfirleitt. Íþróttavextir eru ekki útgefnir. Það er dýrt að skulda. Það er sérstaklega dýrt að skulda 1000 milljónir eitt. Þannig ég vil bara koma aðeins upp, innbra á þessu og hérna við raun og veru bara leggja áherslu á bara staðan er grafalvarleg. Takk fyrir. Fyrir Ragnhildur Sæmundsson, fleiri sem óska eftir að taka til máls, ekki fjórða fundarnir. Það er enginn með hund á lofti. Þá tökum við þetta mál til afgreiðslu og ég bið þá sem samþykkja að óska eftir skammtíma fjármögnun Arion banka. Þau stóð alltaf krónum 1 milljarði með lokagjalda 31. desember 2025. Og samþykkja þá jafnframt að veita Haraldi Benediktssyni bæjarstjóra umboð í samræmi við það sem að bæjarráð hefur áður. Samþykkja þetta gefur svolítið ánægju. Samþykkja 9 atkvæðum. Þá förum við í 5. fundarlið og við erum þá komin í þann hluta fundarins þar sem við erum með fundargerðir lagðar fram til kynningar í 5. fundarlið málsnúmer 25/01/02, fundargerðir bæjarráðs á árinu 2025 og hér eru þá lagðar fram 2 fundargerðir, sem er frá númer 3591 frá 10. apríl og svo sem að við samþykktum hér með afbrigðum að taka inn í upphafi fundar númer 3592 á því fyrir í dag, 14. apríl. Og orðið er laust þessar 2 fundargerðir bæjarráðs. Við frú Línu Árnadóttir, fyrir svo. Ég ætla bara að koma hér upp undir fundargerð frá 10. apríl og eitt sem ég langar að nefna við erum farið einhver leiti yfir ýmislegt sem kom fram og var til yfirferðar á þeim fundi. Það er kannski eitt, það er
rekstrarform Höfða. Það hefur verið ákveðin vinna fyrir starfshópur að störfum atvinnusköpunar og Hvalfjarðarsveitar sem hefur verið að skoða rekstrarform Höfða og við bókum í rauninni eftir þennan fundan 10. apríl að það er mikilvægt að þessi atvinnusköpunar og Hvalfjarðarsveit fái nákvæma vitneskju raunverulega þýðingu nýgerð samkomulags ríkisins og sambands íslenskra sveitarfélaga til hjúkrunarheimili Höfða. En að öðrum kosti verði ómögulegt fyrir okkur að taka ákvörðun einhvers konar mögulega breytingu eða hvers kyns rekstrarform við viljum sjá á heimilinu í framtíðinni. Og við erum í rauninni bara stödd hér að bíða í rauninni eftir upplýsingum til að vita nákvæmlega hvað þessar mögulegu breytingar á skiptingu milli ríkis og sveitarfélaga hvað þýðingu það hafa fyrir okkur og það er mállista. Ég ákveða bara aðeins að nefna þetta mál sem jafnframt mál númer 6. Takk fyrir. Það fyrir Jón Lárusdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir bæjarráðs. Það fyrir Ragnhildur Sæmundsson, president. Forseti, þessi bæjarfulltrúa að þessu máli, Ég vildi koma henni upp í líkt og bæjarfulltrúi í mál númer 6 og í 5. apríl númer 3.500 vítið, bæraði. Við gefum fram í bókun, þá er bæjarstjóra falið að óska á ný eftir fundi með félags- og húsnæðismálaráðherra og frá frekari skýring og stöðu mála. Þetta er eiginlega svolítið furðulegt mál. Við fórum, síðasta ríkisstjórn, það hefur verið að vinna svokallaðri leiguleið. Það sem hugsunin var sú að eigendur þessara dvalarheimila myndu leigja ríkinu og reka það svo áfram líkt og þau gera í dag. En leigugreiðslur bærist frá ríkinu og þar af leiðandi væri grundvöllur til þess að halda við þessu húsnæði annað. Svo verður það að félags- og húsnæðismálaráðherra og forsætisráðherra skrifa undir samning þáverandi formann stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga að ríkið yfirtaki þessi heimili. Og meira held ég enginn bara virðist ekki vera þá upplýsingar Það kom fram á fundi sem margir bæjarfulltrúar sóttu á sambandinu að það virðist vera mikil upplýsingaóreiði í þessu máli. Það kom meðal annars fram að í Reykjanesbæ er verið að byggja nýtt dvalarheimili sem er tekið í notkun seinna þessu ári sem verður áætlað að bæjarsjóður verður búinn að setja í 600 milljónir upp staðir og samkvæmt þeim upplýsingum sem þeir höfðu þá væru þeir bara að fara að afhenda það ríkinu. Við erum elsti hlutinu Höfða er svokölluð 60-40 leið, svo ertu með 80-20, þú ert með 85-15, þú ert með leiguleið, það er alls konar leið. Ríkisstjórnin hefur uppi mikil og góð markmið að fjölga rýmum og ég bara vona svo sannarlega að það rætist. Hér á Höfða held ég verið rétt með að séu 60 á biðlista. Við gengum frá viljayfirlýsingu við síðasta heilbrigðisráðherra stækkun á Höfða og sú stækkun er bara algjörlega í lausu lofti. Það veit í raun og veru enginn hvað er hún að gera. Erum við að fara að byggja við Höfða? Er ríkið að fara að byggja við Höfða? Er þriðji aðili að fara að byggja við Höfða? Og það sem eiginlega skrýtnast í þessu það virðist enginn geta svara. Ráðherrarnir virðist ekki einu sinni hafa algjörlega skilning eða algjörlega fullkominn skilning á því hvað var að vera að skrifa undir. Líkt og ég sagði, þá er bæjarstjóra falið að óska enn á ný eftir fundum.
Við fáum ekki einu svona fund til að ræða þessi málum. Við erum við viljayfirlýsingu við ráðuneytið, eins og heilbrigðisráðuneytið, stækkun Höfða, en það er bara enginn heima að neina. Hvað eigum við að gera? Eigum við að halda áfram og hanna þessi rými? Eigum við að halda áfram og byggja við heimilið? Nei, við getum ekki gert það. Þetta er allan að staða sem er mjög bærileg. Og ég segi, á sama tíma þá erum 60 manns á biðlista Höfða. Og það sem ég óttast eiginlega mest er það að við lendum í þeirri stöðu að við verðum orðin með sjúkrahúsið okkar fullt af gömlu fólki. Gömlu fólki sem getur ekki verið heima, á heima og dvalarheimilum, en hefur ekkert rými. Opnum aftur deildina og önnur legurými verður einhverju fullt af fólki sem hafa ekkert erindi spróf. Nei, ég vona svo sannarlega að þetta mál leysist. Við fáum allavega fund, við fáum allavega einhverja upplýsingar. En eins og staðan er núna, þá virðist enginn vita nokkuð skapaðan hlut um hvað er að skrifa, undir hvað er að skrifa. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er Ragnar Jens Emilsson. Hefur sem inspektor að ræða. Fundargerð Bæjarás. Það er ekki. Þannig formast þess að það er fundargerð Bæjarás framlaga. 7. fundarliður. Ásnúmer 25.01.004. Fundargerð skóla og frístundaráðs á árinu 2025. Og hér er lögð fram 261. fundargerð ráðsins frá 16. apríl síðastliðinn. Og orðið laust þessa fundargerð skóla og frístundaráðs. Það er einhjú, það er fulltrúi Sólveig Guðjónsson. Og við erum orðið fyrir það. Ég veit með forseti, og getur byrjað náðu orðin áður en að forseti sló þetta mál af. En það er eitt mál þarna sem langar að standa fyrir. Það er liður númer 7, ráðning skólastjóra Brekkubæjarskóla. Ég var þess heiðurs aðnjótandi að fá að vera í ráðningarnefndinni sem var þarna skipuð og hafði mjög gaman af að fara í gegnum svona opinbera ráðningu, sem er svolítið öðruvísi á almennu markaði. Ég get alveg sagt ykkur það. Engu að síður var þetta mjög gott ferli. Við fengum 7 umsóknir, 1 tróð tilbaka, skildist þannig að við sóttum miklu starf, en það er það, hvernig maður gerir það. Rangt starf, ætlar að bóka þetta, það er ekkert til sem heitir vitlaust starf, það eru röngstörf og réttstörf, það er víst flestir bókar hér, en 2 þóttust standast allar hæfniskröfur sem við lögðum fram í umsóknarferlinu og þeir voru teknir við þetta. Viðtölur fóru fram hér á bæjarskrifstofunni og gengur mjög vel. Við fengum 2 mjög hæfa umsækjendur starfið og lögum svo ítarlegu umsagnarferli þar sem var farið yfir svona faglega hæfniskröfur, niðurstöður úr viðtölum, umsagnar aðila og annars slíkt. Þá var það mat og ráðsins eða nefndarinnar að Elsa Lára Arnardóttir, nú gegnum starfi aðstoðarskólastjóri Brekkubæjarskóla, teldi hæfust til þess að vera boðið starfið og það var okkur mikið ánægjuefni eftir að hafa boðið starfið og þá þáðum starfið. Og ég vil bara óska henni til hamingju með þessa ráðningu og fyrir hönd okkar á skóla og frístund hlakkaði mikið til samstarfsins með henni. Ég veit að hún eftir að standa sig gríðarlega vel í þessu starfið og verða skólanum okkar, ég ólst upp í Brekkubæjarskóla og sínum og bæjarfélaginu til mikið svona. Og ég tel þetta að vera jákvætt og mikið gæfiskrif fyrir allir aðskilstum að fengið Elsu Láru í þetta lög. Þannig. Takk fyrir. Það er Sólveig Guðjónsson og næsta manningaskrá er Jóna Marta Sigmarsdóttir. Þú svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, bæjarstjóri fundarréttar og Ari Sunnu Húsberg.
Já, ég ætlaði bara að koma hér líkt og bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson til fundar skóla og frístundaráðs. Bara byrja kannski bara á fyrsta máli sem nýting nýs íþróttahús á Jaðarsgötu til aðildarfélaga sem þarf verða. Bara frábært að þau aðildarfélög sem munu verða þarna með sína starfsemi hafa bara sammælst nýtingu á húsi og þeim rýmum og bara sjá tækifæri fólkin í því að vera þarna saman og geta þá bara nýtt styrkleika hvort annars og ólíkum störfum eða sem sagt ólíkum íþróttum. Þannig að það bara frábært og verður sjálfsagt bylting fyrir marga að komast í svona nýtt og flott hús. Mál númer 2, það líka Akrafjall út frá 2025 og bara frábært að þessi viðburður byrjaði hér í fyrra og vonandi hann bara komið til að vera og festa sig í sessi. Og ég sá að það hefur fengið góðar undirtektir frá skóla og frístundaráði og sömuleiðis bæjarráði að styrkja út frá form vegna þessa hlaups. Síðan langaði mig líka að koma hér undir máli númer 7 og óska Elsu Láru innilega til hamingju með ráðningu sem skólastjóri Brekkubæjarskóla. Hún bara vel að þessu starfi komin og ég viss það að þetta verði mjög farsælt fyrir starfsemina sem hún þekkir bara mjög vel og starfsfólk Brekkubæjarskóla og börn í foreldri. En já, ég langaði bara að segja þetta. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Jóna Margrét Sigurðardóttir og næsta mælingarprófi bæjarfulltrúi Líf Stærstad. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem ákveða. Ég vill líkt og kollega minni í skóla og frístundaráði, bæjarfulltrúar Þórður Guðjónsson og Jóna Margrét koma upp undir, ég ætla fyrst að byrja á lið númer 1, líkt og frá Jóna Margrét. Það ljóst að þegar það tekið í nýtt stórglæsilegt húsnæði í gagnið að þá eru miklar væntingar hjá þeim félögum sem að eiga þar heima og á þeim tíma sem að þessi vinna hefur farið fram hefur vinnan svolítið breyst og eins og flestum að þá hefur bæst við íþróttafélög sem eiga sitt heimili þarna eins og Þorvaldur og það er kannski eðlilegt að vonir og væntingar annarra félaga verði kannski aðeins öðruvísi en í þessari vinnu var lagt upp með það að allir fengu sitt pláss og allir ættu heima. Og ég tel að svo vinna sem að Daniel og Emilía fór í hafa bara verið mjög góð og lendingin hafa verið góð fyrir alla. En það náttúrulega með svona stórt, flott og nýtt hús okkur náttúrulega skylda til þess að nýtingin verði náttúrulega sem best. Svo því að það er dýrt að hafa rými ónotuð kannski bara stórum hluta á degi. Því þau eru eyrnamest einhverju einu. Miklu frekar að getast verið þannig saman og í sátt og samlandi. Og mér skilst að þetta hafi nú bara verið gert í sátt og samlandi við bara langflest íþróttafélög sem verða það minni og allir séu mjög glaðir. Og það bara frábært. Svo það mál númer 2, Akrafjall Ultra. Þetta bara rosa flott, frábært að sé svona mál sem að frumkvæði að koma á máli við bæinn, óska til stuðningi og þegar við getum gert eitthvað til þess að líka til. Ég skilst að það hafi verið 300 manns í fyrra
en að það sé stefnt á 600 manns á þessu ári. Þannig að við náttúrulega bara erum jákvæð það og bara glöðum það, segjum bara vonum sem best og að það verði bara 900 manns á þessu ári. Það er 1200 manns. Alltaf gott. Og makrans á kortið. Svo að lokum ætla ég líka að koma fyrir málinu 7. Byrjaði ég að þakka Arnbjörgu Stefánsdóttur, fráfarandi skólastjóri Brekknaskóla, fyrir góð störf. Ég hef verið svo heppin að þekkja Arnbjörgu alltaf hún kom. Hún fluttist hér til Akraness á sama tíma og ég og mín fjölskylda, þannig að við erum bara sama afmæli, 20 árum og sumar. Hefur verið einstaklega góður, farsæll skólastjóri sem hefur gott að leita til og það hefur synd að sjá hana fara. En á sama tíma vil ég þá óska vinkonu minni Elsu Láru Arnardóttur hjartanlega hamingju með að vera skólastjóri Brekknaskóla og ráðningarnefndinni. Sérstaklega til hamingju með að hafa gert einstaklega góð. Ég á ráðnum hug hélt mig frá þessari ráðningu. Ég hef ekki beint að frekar hlutverk. En ég held að þetta sé bara frábær niðurstaða og hlakka til að fá að vinna með Elsu Láru inn í skóla frystingamáli og málefnum skólans. Fyrir hluturinn Jóns og Skjálstað. Rétt að taka fram varðandi annan fundarlið í þessari fundagerð að styrkur Akranessflugstöðvar við Akrafjall Ultra felst sem sagt í því að bjóða þátttakandi flaugsins gjaldfrjálsan aðgang í Sund, í Jarðsbakkalaug og í Guðlaugu á hlaupavegi. Svo að það komið fram. Og eins og bæjarfulltrúi Jóns Skjálstað orðaði það svo vel að þá er bara mjög gaman og gott fyrir okkur að geta liðkað til með einhvern svona aðgerðum til þess að hjálpa flokkum viðburðum eins og Akrafjall Ultra að verða til og festa sig í sessi. Það eru fleiri sem óska eftir að fundið skóla frystingarás. Svo er ekki, þar með telst hún framlögð og við erum í 7. fundalið, málsnúmer 25 og leik 005. Fundagerð Skipulags- og umhverfisráðs árið 2025. Hér er lögð fram 324. fundagerð ráðsins frá 14. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust og það er okkur Guðmundur Ingvar Guðjónsson. Það er svo er. Fundi bæjarfulltrúa, bæjarstjóri, fundaröfnari og aðrir ákveðnar líða. Á fundi ráðsins kom fram eins og áður hefur komið fram hérna rétt að engin tilboð bárust í Landsbankahúsið svokallaða Suðurgötu 57, 47A Skólabraut. En þetta er náttúrulega þá opið og við erum heldur betur tilbúin að hlusta á alla sem hafa áhuga að þar og óskandi að einhverjir sjá að sér í því að gera eitthvað sniðugt þarna. Já, bara erindi fyrir á semestersmiðinni áframhaldandi rekstur á svæðinu en á 28 rennur samningurinn út og við bendum á að við séum með ákveðið skipulag í gangi og felum bæjarráði að eiga þetta samtal áfram og ítrekkum okkar afstöðu í því. Í 7. lið þá flugum út í jarðefnatippinn og verður tilboð í þá þjónustu.
og öll tilboð voru, eða hagstæðasta tilboð var 20% yfir kostnaðaráætlun og ákváðu að hafna þessu aðstöðspöttu og erum að skoða hvaða aðra leiðir við getum farið í þessu verkefni. Virkilega þarft verkefni en kostnaðarsamt auðvitað fyrir okkur jafnframt líka. Að við erum aðeins að fara í gegnum það. Einnig komin á borð hjá okkur í 7. lið varðandi ábendingar og athugasemdir sem við fengið vegna gjaldheimtu stendur í gámu hjá okkur en þetta er bara í Terru og þar erum við að skoða hvaða mögulegu breytingar við getum gert í því sem að ráðið á sérlegum aðstoðarmönnum og hjálparkokkum Líf Lárusdóttir og Ragnar B. Sæmundsson eru að aðstoða okkur til sérfræðingar í rusli. En undir 8. lið þá vorhreinsun 2025 hvet alla bæjarbúa bara að stóri flokkdagurinn, hann er 27. apríl. Við leggjum til að stefnum að því að það verði sett í gámar fyrir bæjarbúa sem verða fyrir jarðúrgang og blandaðan úrgang verði á 3 stöðum sem að bæjarbúa getur nýtt sér og aðstoða okkur öll að reyna að gera bæjinni styrkilegan og mögulegt betur við. Sólin farin að rísa hátt á lofti og við erum heldur betur að standa undir nafni sem Flóridaskaginn, bók og blíða hérna dag eftir dag, viku eftir viku og við ætlum að hafa bæinn eins fallegan eins og veðrið er. Ég hvet bæjarbúa bara til að taka þátt í þessu verkefni sem við ætlum að hafa hérna frá 24. til 2. maí væntanlega og svo að þetta bóka til 1. en til 2. maí og vona og veit að bæjarbúar munu öll leggjast á eitt að gera bæinn okkar til fegurðan og okkar umhverfi. Fyrir Guðmundur Ingi Guðjónsson, fleiri sem úrstiltir að taka til máls varðandi fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Og það er enginn sem gefur merki. Þar með er þessi fundargerð útrædd. Við förum í 8. fundarlið, málsnúmer 25.023. Fundargerðir og fleira frá Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimili árið 2025. Hér eru lagðar fram fundargerðir stjórnar Höfða frá fundum númer 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 og 160 ásamt fylgigögnum. Og orðið er laust þess að fundargerðir stjórnar Höfða. Það óskar enginn eftir að ræða þær, þar með teljast þær framlagðar. 9. fundarliður, málsnúmer 25.029, fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga árið 2025. Hér er lagðar fram 4 fundargerðir frá stjórn Sambands Íslenskra sveitarfélaga. Fundur númer 973 frá 14. mars síðastliðnum, 974 frá 19. mars, 975 frá 20. mars, 976 frá 4. apríl síðastliðnum. Orðið er laust þess að fundargerðir stjórnar sambandsins. Óskar enginn eftir að ræða þær. Þá förum við í 10. fundarlið, málsnúmer 25.021. Fundargerðir Fasteignafélags Akraneskaustaðar SLF árið 2025 og hér er með fram 50. og 1. fundargerð stjórnar Fasteignafélags Akraneskaustaðar SLF frá 14. apríl 2025. Og orðið er laust þessa fundargerð. Óskar enginn eftir að ræða hana.
Við förum í næsta fundarlið, 11. fundarliður, málsnúmer 25.01.022, fundargerð fasteignafélag Aðalstrætisbæjar EHF. Hér er lögð fram fundargerð 25. fundar stjórnar fasteignafélags Aðalstrætisbæjar EHF sem fram fór 14. apríl síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð. Það skar enginn eftir að taka til máls og þá er á 12. og síðasti fundarliður. Málsnúmer 25.04.115, fundargerðir árið 2025 hjá Háhita EHF. Hér er lögð fram fundargerð 20. fundar stjórnar Háhita EHF frá 15. apríl síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn eftir að ræða hana og þar með þessum framlögð. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir góðar umræður á fundinum og segir þessum fundi slitið.